Góðan daginn og velkomin. Þetta Guðsorðaþátturinn okkar sem búinn að vera í nokkur ár í gangi og enn einn að byrja. Og við væntum auðvitað mikils af lifandi Guði og teljum hann vera í flokki með okkur. Annars værum við ekki að þessu. Og það er nú það skemmtilega við hann að það er best að leyfa honum bara að eiga þetta og gefa honum lausan tauminn. Og hver er ég svo sem að vera eitthvað að reyna að stýra honum? Þannig er það ekki. Og Guð er því allt í öllu og alls staðar og alltaf og vill fá að segja það sem hann vill og þarf hverju sinni. Hann notar fólk til þess að tala til mann og kvenna og getur alveg svo sem gert það og gerir vegna þess að hann á fullt af fólki á þessari jörð sem hann treystir alveg til þess að vinna verkin með sér. Og hann er ekki með neitt í þjónustu sinni nema hann sem hann auðvitað treystir og þekkir og veit að gera vilja sinn. Og ef að menn eru eitthvað þverskallast við þetta, að gera vilja Guðs, þá endast ekki mjög lengi í kirkjunni. Og það er nú bara þannig. Þannig að við þurfum að vanda til verka og vera heilsugar í Drottni og það er eitt af því sem hann líka byggir upp í okkur. Það er að vera heilsugar í þessari trú því að það er svo miklu skemmtilegra að eiga heilsugar trú en eitthvað svona hipsum-haps trú sem er stundum uppi og stundum niðri og einhvers staðar þar á milli, þess og milli. Það er ekki það sem Guð er að bjóða og biðja heldur þetta heilsteytta fólk sem hann á og veit hvað af því er þetta heilsteytta fólk. Þannig að ég get alveg verið heilsteytt manneskja og þú getur það líka en ég verð þá að velja það. Ég verð þá að velja þetta hlutverk að vera þessi manneskja vegna þess að ég get það. Ég get alveg valið það. Það velur enginn fyrir mig að þessu leyti né heldur neinu öðru leyti. Ákvörðunin er alltaf mín þegar upp er staðið. Þannig að í raun og veru, ég veit ekki hvernig ástandið á þér er og hvernig líf þitt hefur verið, en þú getur alveg rakið það með ákvörðunum þínum hvernig það er í dag. Hvar tókstu beygju til dæmis sem var röng, ef að það er. Einhvers staðar tókst hana og þú fórst þann veg án þess að áttaði á því að þú væri kannski komin á svolítinn villu veg. Hvernig getur þetta gerst? Þetta er veikleiki mannsins sem þarna er að ræða og þennan veikleika manna er Drottinn alltaf að glíma við. Veikleiki manna kemur fram í alls konar hugdettum og alls konar gjörningi sem að stenst enga veginn það sem Drottinn er að segja og tala. Og hann miðar alltaf við orð sitt í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. Ég get verið með ýmsar hugmyndir eitthvað eitt og annað, en af því ég er þokkalegur að mér í orði Guðs, að þá ljái ég ekki máls á neinu slíku. Og ég get alveg farið þennan veg, og þú getur það líka ef ég get það. En þetta segir mér það að dagurinn er í dag, og hann er merktur Guði. Og ég ræð því sjálfur, eins og alltaf áður, hvort hann sé merktur Guði eða einhverju öðru. En ég vil að hann sé merktur Guði og þá líka er hann merktur Guði og maður stendur með Guði og hann stendur með mér sem er nú aldrei sakkur í. Ekki viljum við hafa Guð uppi á móti okkur. Sumum er alveg sama það hvort það sé með það á móti að þeir einu ástæðu þeir þekki ekki Guð með réttum hætti. Þeir sem þekkja Guð þeir segja ég verð að hafa Guð með mér. Og það er svolítið áherslu munur á þessu eða hvort maður ypptir bara öxlum og þetta skiptir engu máli. Ég bara geri þetta svona og eins og ég vill. Þetta er heimurinn. Þetta er hugsun heimsins og hugsun heimsins hún gengur engan veginn í ranni Guðs. Bara engan veginn. Þannig að við þurfum að detta af þessum hesti
og fara á bak hestinu sem að Drottinn hefur sett við hlið okkar. Það er eitthvað sem að hann vill að við þeytustum á út í það farið. Og hann er með í því verki og okkur farnast allt sem við gerum. Okkur farnast vel allt sem við gerum og þá erum við ekki heldur að vinna í neina botnlausa tunnu. Við erum með tunnu sem heldur því vatni sem í hana er hellt. Og það er akkur í því, því enginn okkar vill vinna í einhverju tilgangsleysi. Þú sér tilgangsleysið eða þú ert að ausa vatn í tunnu sem er botnlaus. Þú veist það náttúrulega ekki þá, en þú veist það eftir á að og það skýrir náttúrulega hvers vegna það kemur ekkert í þessa tunnu, þó þú ausir. Því þú ert ekki að gera þetta rétt. Þú þarft að byrja á byrjuninni, þú þarft að byrja á því að fá þér ílát sem heldur því sem á ílátið á að fara og þú getur það vel. En það krefst þess að þú þarft aðeins svona að skoða málin áður og ferð af stað í þau. Hitt heitir að vaða áfram með bundi fyrir augun og allir sjá að í því nú er ekki mikil hygni og stundum erum við ekkert sérstaklega hygnar manneskjur. En við getum alltaf verið hygnar manneskjur þegar við viljum. Og auðvitað viljum við vera þessar hygnar manneskjur og Drottinn vill að við séum það og hann er tilbúinn til að vera með okkur í því til að við séum þetta hygna fólk. En við verðum þó að læra að leita hans. Að leita Guðs er alltaf ákvörðun þegar við gerum það. Þannig að þetta er ekkert endanlegt einu sinni. En núna ætla ég að þjóna Guði, ég þarf að velja þetta okkur einasta degi. Bara eins og með allt sem ég geri. Ég vaknaði inn í þennan dag og ég valdi að fara í þetta verkefni sem ég er búið að vera lengi. Af hverju? Nú Guð bauð það. Það er ástæðan. Þannig að ég hef enga skoðun á því sjálfur hvort það sé komið nóg af þessu eða ekki. En þegar Drottinn vill, þá líka stígi til hliðar. En það hefur ekki ennþá, hann hefur ekki ennþá talað það til mín og ég held áfram svo lengi sem að þessi skilaboð berast mér ekki. Og það er bara skylda mín. Ég verð að sinna köllun minni svo lengi sem Drottinn vill. Hann kallaði mig. Hann tók mig úr öðru og setti mig í þetta. Og þegar að því kemur og ef að því kemur þá kallar mig í eitthvað annað. En það er ekki ennþá komið að því. Og meðan að þetta er ekki uppi, þá held ég þess áfram. Það er bara skylda mín, gagnvart Guði. Við þurfum að sýna okkur skyldurækni. Og við verðum með þetta umfram allt að vita hver það er sem að kallaði okkur. Og eins og við höfum átt talað hér, þá tjaldar Guð ekki til einnar nætur. Hann vill að verkin sín sem að vinnur eigi langa lífdaga. Og þetta er verk sem að Guð hefur unnið. Og það hefur átt sem nokkra ára lífdaga og hver lengi viðbót það verður, veit ég ekki, en allavega reikna ég fastlega með að þessi þáttur klárist og svo sjáum við bara til hvað verður. En Drottinn hefur ekki gefið nein fyrirmæli að þessu skuli ljúka. Og hvað get ég gert annað en haldið áfram? Ég segist þjóna Guði, ég segist hlýða Guði. Ég segist gera vilja Guðs og þetta er vilji Guðs. Þannig að ég hlýt að halda þessu áfram. Það er nú bara þannig. Og öll verk sem að Drottinn hefst handa við, hvort sem það er fyrir mínar hendur eða þínar, hef ég lært að eigi sér langa lífdaga. Þess vegna alla ævi. Ef út í það er farið. Að ég alveg svo allir aðrir menn og allt annað fólk get hlaupið frá þessu hvernig sem ég vill, það veit ég líka. En það er ekki að standa sig í stikkinu ef maður hlaupir frá einhverju á þess að hafa verið boðið. Það er að standa sig illa í verki og við viljum ekki standa okkur illa í verki, við viljum standa okkur vel í verki og þess vegna gerum við það sem við þurfum og gerum það þegar Drottinn hefur boðið. Við erum Guðs menn, við erum Guðs fólk. Og hann talar og við tölum hann sem lifandi Guð. Þannig að hann hlýtur að vera með allt í öllu
og þú hlýtur að skynja hann einhvern veginn innra með þér að hann sé það sem hann er og hann vinnur svona. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu. Eina sem við þurfum að hafa áhyggjur af, ef við viljum hafa áhyggjur af einhverju, það bara að gera vilja Guðs. Fara þegar kalli kemur og bara stilla sig af þegar Drottinn hefur boðið, ef við stillum okkur af í þau verkefni sem við erum að fara í. Og þetta heldur bara áfram. Og það er ég búin að sjá. Drottinn, já, eins og við höfum oft að tala hér, þetta hefur allt saman langan lífdaga. Þetta er ekki sprettur í stutta stund svo er það búið. Þetta er bara langhlaup. Og þetta krefur, eins og allt langhlaup, krefur mig úthald. Og að halda mér í þjálfun. Og maður heldur sér í þjálfun með því að gera þessi verk. Bara eins og íþróttamaðurinn heldur sér í þjálfun með því að æfa stöðugt þá íþrótt sem hann er í. Þetta er engin munur á þessu. Ef við þjálfum okkur ekki upp í þessu, þá svona stirnum við í þessu öllu. Og eins og var að þegar við vorum að byrja í þessu verkefni, þá, þetta var nú svolítil undirbúningur. Því að maður vissi raun og veru ekkert hvernig maður ætti að gera þetta, því að maður kunni ekkert til verka. Maður bara treysti Guði og hófst handa eins og hann lagði til. Og þessi uppstilling, hún er ennþá í gildi eftir 20 ár, eitthvað svoleiðis. Þannig við sjáum að þetta er ekkert endilega breytingum undirorpi hjá Guði. Það sem hann hefur sett upp, það bara vill standa. Þetta snýst þetta ekkert uppstillinguna. Þetta snýst það hvað framfer og hvað er sagt og hvernig það er sagt. Það er málið. Og að menn og konur og þeir sem heyra fá einhverja uppbyggingu úr því sem verið er að gera. Það er allt málið. Þannig að ég lít bara Guði og ég leyfi honum bara að vera Guð og ég er ekkert að þvælast neitt fyrir því, en ég veit skipulagi hjá honum, ég veit að hann notar fólk til þess að opinbera það sem hann vill opinbera, meðal mann og kvenna. Þannig að hann á margt fólk í þessari veröld og það er alltaf að gera það sama, það er að opinbera vilja Guðs fyrir sig og sínu fyrir sitt líf. Og sumir eru á þeim stað að það fjölfaldast þannig séð, margir kannski sjá þetta og hafa áhuga á þessu. Og það er þá bara vilji Guðs og hvað ætla ég að gera í því? Ég get ósköp lítið gert í því. Eina sem ég geri er að bara sinna þeirri skyldu sem Drottinn hefur lagt á mig. Eða kvöð. Það er engin kvöð. En það er allavega, já kannski, já ég veit ekki, við erum ekki kallað kvöð. En þú þarft að gera þetta. Og það tekur tíma að gera þetta. Og þú verður að vilja að gefa þennan tíma í Jesú nafni. Þú velur það. Það stjórnar því enginn nema þú. En að því að þú ert trúfast manneskja sem Drottinn hefur fengið að fylla hjartað af trú í, þá er þetta léttur leikur og þú ræðir ekkert annað og hugsar ekkert annað en að gera þetta. Þetta heitir trúfesti í augum Guðs og Drottinn elskar trúfesti hvort sem er mín eða þína. Þannig að við höfum svo sem enga afsökun fyrir því að stíga út úr þessu á þess að Drottinn hafi boðið og ég hef ekki þá reynslu að Drottinn taki menn inn í þetta og taki þá svo aftur út úr því bara skömmu seinna. Það er ekki mín reynsla. Eins og við tölum oft hér, þá tjaldar hann ekki til einnar nætur. Ef hann tjaldar, þá skal tjaldið standa þar lengi. Hve lengi get ég ekki svarað. Kannski ævimannsins á enda. En hve lengi veit ég ekki, en ég veit hann tjaldar ekki til einnar nætur með neitt verk. Þannig að það sem að hann byrjar á sér langan lífdaga því að þetta er plan hans. Við erum að muna hvernig þetta er. Þetta er plan Drottins, hvort sem það er ég eða þú sem hann er síðan að nota í verkin, sem er allt annað mál. Hann tekur bara þann sem hann vill og gerir það sem hann vill við manneskjuna og byggir hana þannig upp
að hún undir þessu álagi innan gæsalappa að vera á þessum stað. Já, hvort sem það þessi staður eða einhver annar staður í Jesú nafni, þá þetta staður sem þú ert á og þarft að koma þér til og vinna þína vinnu frá. Þetta ekkert óskiljanlegt, þetta allstaðar svona, og líka í Guði. Þannig allt gerist þetta út frá einhverjum ákveðnum stöðum sem að þú hefur komið þig fyrir á. En það aukaatriði. Aðalatriðið að það sem að kemur út munn sé guðlegt. Þess vegna kemur maður hingað, segjum það, og dáinn sjálfum sig. Og segir Guð, Drottinn, gerðu þetta eins og þú vilt, og hann gerir það. Þetta það sem hann vill heyra frá mér og þér. Því hann vill fá að nota fólk sem gefið honum, í gefin honum. Ég allavega gefin honum hér, já. En að ég hef engar skoðanir á þessu hvað hér sagt. Ég bara tala það sem að Drottinn vill að ég tali. Þetta roki? Ég veit ekkert hvað þér finnst vera roki. Ég bara löngu hættur að pæli því hvað mönnum finnst vera roki. En þetta bara sannleikurinn sjálfur sem ég verið að segja. Þannig að þú skalt bara taka við því og beygja undir vilja Guðs fyrir þitt líf. Og svo gott og gagnlegt fyrir okkur sem trúum, það að biðja hvort fyrir öðru. Erum við að því? Já, við erum nú að því, ég veit það. Og við erum að halda því áfram og gera mikið af því. Því að maður sem í eldri línunni, og ég segi það, að allir menn sem eru, til dæmis á þessu vettvangi, eru á sinnátt í eldri línunni. Og hvað merkir það? Það getur verið viss staður. Það málið, af hverju? Að því að óvinnurinn, Satan, hann náttúrulega fyrst og fremst hatar þetta með þessar menn og konur sem eru í eldlínu og eru að tala reynt og tært Guðsorð, og hann getur alveg reynt að leggja alls konar steina í götu þessar mann og kvennu og gerir það. Það hans verk. En Drottinn vakandi, hann vakir yfir öllu því sem hann hefur tekið að sér og hann leyfir þetta ekki. Hann veit allt sem hinn að gera. Hvert skref sem hann tekur hinn, óvinnurinn, hann veit að því. Og þegar hann kom grjótið í hongi til þess að leggja í götu þessa mann, segir það, hann leyfir það ekki. Af hverju? Hann segir það, hei, þetta minn maður, látt hann vera. En hinn alveg á fullu í að reyna uppbyggsa leiðir til þess að, já, tala nú ekki að fella manneskjuna og þeim eru þó textunum að fella suma. Það náttúrulega hörmulega hlutskipti og þarf ekki að gera hjá einum einasta einstaklingi í eitt einasta skipti. En þarna eru við komnir að öðrum þætti sem veikleiki minn. Hann svona og hann hinsegin og Guðs vitundin kannski ekki alltaf á efsta stað þess að við vildum hafa hana sjálf. Þannig við erum að berjast líka í þessu. En umfram allt þó höfum við enn hlýtt. Hvað sem á undan gengið og hvernig sem við þurft að berjast við sjálfu okkur, þá höfum við ennþá stigið fram og gert það sem Drottinn hefur boðið. Hefur stuðning til þess. Veistu það, ég hugsa ekkert þennan stuðning. Ég veit bara að Drottinn styður mig og ég geri þetta af því ég veit hvað ég á að gera. Og ef ég geri það ekki, þá held ég að mér líður nú ekki mjög vel. Þannig að því ég veit það og ég veit þetta vilji Guðs, þá held ég þessu áfram. Og þú færði þetta blessun út úr þessu efni vegna þess að Drottinn að blessa mig auðvitað með því að gera þetta og einnig þá sem að heyra og hlusta og þeir fá til sín einhverja umhugsun fyrir sér sjálfan og þannig þetta. Drottinn ekki að þessu bara að því bara, hann svo gaman að því. Hann að því til þess að byggja mann og annan upp og halda þeim á réttum stað í þessu öllu saman. Þannig erum við að hjálpa hvort öðru. Þannig við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því. Hann sér þetta allt. Eina sem ég þarf að gera, og segja þetta með mér, eina sem ég þarf að gera að hlýða honum. Gera þetta. Þegar hann vill og hafa planlegt eitthvað, þá skal það líka halda áfram, þangað til Drottinn segir eitthvað annað. Og meðan hann segir eitthvað annað,
þá heldur þetta áfram. En það er vilja ákvörðun einstakling að gera það. Hvort sem einstaklingurinn er ég eða þú, þá er þetta vilja ákvörðun lifandi Guðs sem að hefur þetta allt í sinni hendi. En hann þarf hlýðni að þjóna. Og hvað sagði ekki Kristur? Þú trúi hlýðni þjónn eitthvað svoleiðis. Yfir litlu varstu trúr, yfir meira mun ég setja þig, yfir mikið mun ég setja þig. Þetta eru verðlaunin. Yfir litlu varstu trúr. Þú kannski gerðir eitthvað pingulítið handtak sem að Drottinn bað og þú sinntir því. Þá segir hann yfir litlu varstu trú. Og svo kemur að því hann setur þig yfir meira. Af því þú varst svo trúr í þessu litla. En ef að þú hefðir ekki verið trúr í þessu litla, þá treystir þér enginn fyrir meiru. Ef þú ert kærulaus með þetta litla sem að þér var fengið, þú getur ekki vænst þess að fá eitthvað meira. Þú þarft fyrst að sýna trúfast í þessu litla, sinna þig vel og ræktarsemi, þá er aldrei að vita nema að þú fáir eitthvað meira, stærri verkefni sem þú vilt og vildir. Þannig við sjáum það, við þurfum að vinna okkur upp í öllu og þannig gildir það með allt. Við þurfum að vinna okkur alltaf upp og það gerum við með því að reynast traustsins verðir. Með öðrum orðum, við lærum það að taka þessu alvarlega. Það er mjög mikilvægt í Guði að taka því sem við gerum alvarlega. Gerum við það? Ég veit náttúrulega ekkert það. Ég veit bara að ég tek þetta alvarlega. Og reyndar hef ég nú alltaf verið þannig að ég hef nú tekið þetta alvarlega sem ég fengist við. Og ekkert verið neitt að leika mér neitt með það. Og ég er heldur ekkert að leika mér neitt við þetta. Þetta er bara það verk sem ég er að gera í dag. Þetta er það sem Drottinn hefur fært mér í fang og gefið mér þekkingu á og þjálfa mig upp í til að mynda að tala Guðs orð. Þar er ég í dag. Það er verkefnið og starf mitt númer 1, 2 og 3 í dag. Þetta er bara það sem ég geri. Ég veit ekki þegar maður er komin á aldur þá fara menn að ferðast. Menn mega það svo sem alveg þeir vilja, ég er ekkert að banna það. En sem hefur gera eitthvað annað. Þegar þeir eru konur á aldur. Og ég segi við þetta fólk, því öll komustu á aldur að Guð lofar. Þið sem að eigið Guð í hjarta ykkar, notið þið tækifæri þá til þess að fara að þjóna honum. En ekkert endilega fara í sólbaði á Sólárströnd og liggja þar og flatmaga, en mann mega það alveg þegar nennaði. Þá kan ekki fara hinn áttina með þetta. Því að þegar þú ert komin á aldur, allavega hér, já, á Íslandi og á Vesturlöndum yfirleitt, þar ertu með einhverjar tekjur. Þannig að þú farir að vinnumarkaðinu sögum aldur, og þá ertu með tekjur. Og hvað ætlar að gera af þessar tekjur? Þú ætlar að lifa af þeim, og hvað ætlar að gera meira? Þú kannski velur það, já, ég ætla að þjóna bara Guði. Ég hef þá allavega peninga og get móðað úr því sem peninga geta fært mér. Og þú ferð að þjóna Guði, því öll í raun og veru höfum við einhverja köllun, en núna ertu komið alveg kjörið tækifæri til þess að sinna því vel og þú ert á þess að þannig séð að þið skorti neitt. Þú hefur fé á milli handana, sem eru þessi litlu ellilegnu sem menn segja, ég er nú alveg sáttur við þau, sem er annar mál. Þannig að við erum með þetta allt, en hvernig erum við að nota þetta? Og ef þú ferð þennan veg að þjóna Guði, þá lofa ég þér því að þú verður aldrei verkefnalaus. Það er nú mín reynsla því að þjóna Guði, að maður er aldrei verkefnalaus. Frekar að maður hafi allt of mikið heldur en of lítið. Ég þekki það ekki. En þetta er það sem að Drottinn sett upp í hendurnar á mér. Og ég hef synt, og ég veit að þeir sem að þekkja mig taka undir þetta, að ég hef synt þessu.
Og ég ekkert að barlómast neitt yfir því. Mér finnst þetta bara frábært. Mér finnst þetta bara æðislegt að geta gert þetta. Mér finnst alveg, já, æðislegt að geta verið bara að vinna það sem að hjartað mitt þráir. Það þráði alltaf að sinna einhverjum Guðs verkum. Alveg frá því ég frelsaðist, þá fór það að þrá að sinna þessum Guðs verkum. Og Guð er svo góður við mig allavega, hann bara setti mig í þetta. Og ég ger ekkert annað en þetta. Og meira, nú er ég komin á aldur fyrir nokkrum árum og ég hef laun. Ellilaunin minn. Þannig að ég er með nóg af peningum. Ég hef allt til alls. Og ég gef þessu tíma. Og ég ger þessi verk. Að ég veit að Drottinn vill blessa mann og annan með þessu verki. Og við megum alveg hugsa svona. Svona eigum við að hugsa. En hver mörg hugsum svona? Ég veit það ekki. Svona hef ég hugsað, já, alveg frá því ég frelsaðist. Og svo bara þróaðist þetta út í það að þetta er mitt aðalstarf í dag og hefur verið lengi. Ég var reyndar ekki komin á aldur þegar ég kúplaði mig frá þessum atvinnumarkaði, bara Drottinn leiddi þetta þannig. Hann leiddi mig inn í kirkjuna og dyr lokuðust á eftir mér og síðan hef ég verið þar. Að sýsla eitt og annað þar. Mér finnst þetta skemmtilegt djobb og ég vil ekki skipta. Þannig að verkefnin eru ærin. Við þurfum ekkert að kvarta undan því að við höfum ekki næg verkefni að sýsla og móða úr. Og ég segi það að því að ég er nú maður sem hafa nú alltaf viljað gera gagn og ég held að ég geri aldrei meira gagn en akkurat núna, þessu ári. Sér þú þetta gagn? Ég veit ekkert hvað þú sérð. En þetta er það mesta gagn sem ég hef verið að gera. Það sem ég er að gera. Núna. Að gefa út, sinna Guðs verkinu, tala Guðs orð og vera svona framrétt hönd Drottins í samfélaginu. Minna, hvað er merkilegra en því? Að tala líkjafandi orð til manna og kvenna í samfélaginu. Hvað er merkilegra því? Það er fátt merkilegra því. Því að þannig er að við þurfum öll á uppörfun að halda. Hvað sem þú heitir, hvað sem þú gerir og hver sem þú er. Þú þarft á uppörfun að halda og hana færðu frá Guðs fólki einhverjum og sérlagi. Það er bara þannig. Því að margir eru gefnir Guði og þeir tala Guðs veg, tala Guðs orð og þegar menn eru gefnir Guði og tala svona þá byggir það mann og annan upp. Óhjákvæmilega þá gerist það. Og við þurfum á uppbygginguna að halda. Við þurfum að vera undir þessari kvöð að tala þannig séð til hvers annar að verði uppbygging. Er það þannig? Oft er það þannig, já. Ég held að ég hafi hvergi fengið oftar uppörfun og hvatningu heldur en inn í kirkjunni. Þannig að við erum fyrir hvort annað, það er ekki spurning, en við erum ekkert endilega meðvirk hvort með öðru. Það er allt annað, það er löstur, þessi meðvirkni, hún er andstyggð, hún er hræðileg. Þannig að það er ekki það sem að kirkjan er að kljást við. Ekki það sem ég þekki til. Þar er þetta nú ekki þannig. Ef við erum umfram allt, við erum vinir og við getum ekki vænt hvort annar og við tölum, já, þannig að gagsi að. Ef við erum alveg fólk til þess að benda á ef einhver agnúi er einhver stað, ekki til þess að skamma og rífast og skemma, nei, heldur til þess að viðkomandi sjói að sér og rífi þetta af sér og feti beina veginn. Því öll erum við nú bara mannleg og öll erum við með alls konar hugmyndir allt og ekki neitt, en stundu þurfum við að fá leiðsögn inn í það mál og tala nú ekki það þegar þetta er einhver tóm steypa sem við erum að pæla. Og það getur alveg gert, því að þó við séum guðsmenn og konur, þá höldum við áfram að vera bara fólk. Og fólk er alls konar. Fólk er ekkert alltaf neitt sérstaklega skynsamt alltaf. Og einnig þetta kristna fólk, það er ekkert alltaf neitt sérstaklega skynsamt,
en það hefur hópi kringu sig sem að leiðréttir í Jesú nafni og það er allur munurinn. Það gerir gæfu muninn. Það að vera inn í þessum hópi sem að færiði tala nú ekki það enda nú alltaf með því að menn sjá nú að sér og þeir feta aftur beinu brautina. Þetta er það að þjóna Guði, þetta er það að vera í samfélagi og við tökum tiltali, það er nú eitt sem við lærum, við tökum tiltali, erum ekki þvergirðingarnir eins og við vorum í heiminum, þar sem að ekki nokkur leið var að tjónka við okkur, en það er núna hægt að tjónka við okkur, en við hlaupum ekkert eftir hverju sem er mikill munur á, eða hvort að hægt sé eitthvað að svona tala manni til ef hann er að gera eitthvað rangt. Við getum öll lent þar. Þess vegna eigum við að tala svona, við eigum að benda á þetta, því að við getum, eins og við segjum og við vitum, það er nú ekki svo sem mikla spek í það, við getum alveg, okkur getur alveg leggst á. En þá höfum við líka hópinn til þess að leiðrétta þá út frá orðinu. Því að það er rétti leiðréttingabúnaðurinn. Ekki mín speki, heldur speki orðsins. Það er leiðréttingabúnaðurinn og þannig tölum við. Við tölum út frá orði Guðs. Það er nú svona svolítið lenska hjá öllu kristnu fólki þar að tala út frá Guðs orði. Í málum sem að skipta máli sjóðu. Öll mál sem er verið að ræða, þau eru skipta kannski mismunandi miklu máli, en mál sem að skipta virkilega máli fyrir manneskju, þá þurfum við að nota Guðs orð. Og við gerum það með þeim hætti. Og viðkomandi sér, það gerist ekkert nema maðurinn sjáu sjálfur, en með hjálp Guðs orð þá sér hann allt í hennu að já, þarna hefði ég nú kannski átt að gera þetta aðeins öðruvísi. Og það er gott mál. Maður sem segir svona, hann sér að hún hlektist á og hann vil bæta sig. Og hann bætir sig. Að allt í honum er guðlegt og það vil bæta sig og verða aftur guðlegt. Þannig við höfum alltaf von. Og samfélagið er bæði til þess að halda utan þetta guðlega í okkur, þannig að okkur hlekkist kannski ekki svo mikið á, en það getur alltaf gerst. Og þá er gott að eiga þetta samfélag til sem byggir allt sitt á orði Guðs. Og þess vegna líka erum við í samfélagi, trúaðra manna og kvenna. Það er ekki bara vegna þess að við höfum gott að því, það er líka til þess að byggja upp öryggið og traustið til Guðs. Þannig að við sjáum að hann er alltaf til staðar, hann er alltaf til taks í öllu sem við gerum. Og það er akkur í því. Það er mikill akkur í því. Og það er góð stað að vera í að byggja líf sitt upp þannig að þetta sé með þessum hætti. Og það getur orðið með þessum hætti, en það gerist ekkert ef þú gerir ekkert í málunum. Þú þarft að vilja það sjálfur og sjálf til að mynda númer 1 að fara þessa leið. Ef þú vilt það ekki þá gerist ekki neitt, en þú vilt fara þessa leið og þá fylgir í með þeim pakka allt það sem er guðlegt. Þú byggist upp í þessu guðlega, ert með orð Guðs fyrir fram að þig, lest það daglega, það er mjög gott að lesa það daglega. Ég skil reyndar ekki trúaðan mann sem les ekki Guðs orð daglega. Það allavega hef ég talið að ég þyrfti að gera og ég líti ekkert á mig sem eitt minni mann en hvern sem er og heldur ekkert meiri, en þetta hef ég þurft að gera og þetta hef ég rekt daglega. Já, ég hef með reglu á því. Svo ég segi það nú einu sem enn, ég byrja hvern dag á því að lesa orð Guðs. Búin að gera það alla mína trúargöngu. Og það hefur ekki orðið mér til neins tjóns. Það hefur byggt mig upp, styrkt mig og gert mig öruggan í trúnni og ég þarf öryggi sjálfur í trúnni. Ég þarf að vita hvað ég stend í trúnni.
Veit ég hvar ég stend? Ég veit 100% hvar ég stend í Guði. En veist þú það? Mér varðar í raun ekki það, en það gott fyrir þig að vita það. Ef það gott fyrir mig, þá það líka gott fyrir þig. En það sem upp úr stendur við gerum vilja Guðs. Og vilji Guðs að stunda það sem hann hefur treystir fyrir. Hvað það? Ég veit það ekki. Þetta eitt af því sem hann hefur treyst mér fyrir. Og hann treysti mér fyrir fleiri. Hann treysti mér til þess að skrifa, ekki daglega, en svona uppundið það, sem ég hendi inn á Facebook og heimasíðuna mína, svo þú lest á hverjum degi, Spor í sandi heitir hún. Ég með það þar, þessa pistla þar, og margt fleira. Þannig að þú kíkir á það eftir, það heitir Spor í sandi. Þetta heimasíða sem hún hefur heitað held í 3 nöfnum. En þessi heimasíða var sett upp árið 2000 held ég, alveg örugglega. Fyrst undir nafninu Friðarboðinn og svo undir nafninu Konni.is og svo undir núverandi nafni Spor í sandi. Ég held að síðan mín hafi ekki heitað nema þessu 3 nöfnum. Af hverju breytti ég nafn? Það veit ég ekkert Ég breytti bara nafn. Og í dag heitir síðan mín Spor í sandi. En þetta raun og veru sama síðan, allt saman. Hún hefur alltaf verið eins og þú þekkir hann í dag. Alltaf verið með þeim hætti. Það var alltaf meiningin að vera þar með, talamál og skrifaefni og myndbönd. Og það ennþá kannski, þú þetta ekki alltaf ennþá, ég held það. Og aftur komum við að þeim sannleika að Drottinn tjaldar ekki til einnar nætur. Hann var ekkert að leika sér þegar hann fór fram á þetta við mig og ég fekk góðan vin til þess að gera þetta með mér. Sem þekkti inn á þetta, ég þekkti ekkert inn á þessu kunni ekki einu sinni að kveikja á tölvu þegar ég byrjaði í þessu. Og þannig að ég fekk góða leiðsögn frá þessum ágæta manni og hann kom mér af stað í þessu, má segja, og má eiga það og ég þakka honum fyrir það. Þannig að Drottinn með þetta allt saman í sinni hendi. Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur að við fáum ekki þá aðstoð sem við þurfum, allavega hef ég fengið alla þá aðstoð sem ég þurft. Annars hefði ég auðvitað aldrei farið út í þetta allt því að ég kann ekkert allt. Þegar ég var í þessu þá var þetta bara eins og hebreska fyrir mér alveg frá A til Ö. En núna þetta ekki lengur hebreska kannski sem ég skil svona nokkurn veginn. Það hægt að læra allt og veist að ef ég get það fyrir einhverjum sjálfur þá getur þú það líka. En það skiptir ekki máli. Aðalatriðið að þú trúir manneskja, þú elskar Jesú og hefur leyft Guði og honum að nota það eins og hann vill og hver var lendingin? Lendingin sú sem þú ert að gera í dag. Hvað ert að gera í dag? Það getur verið margt. En alpottið eitthvað tengt kirkjunni. Kannski leiður í kirkju. Þú áttir aldrei von á því. Kannski ertu leiðtogi í kirkju. Þú áttir aldrei von á því. En þetta staðan í dag. Og þú veist að Guð setti þig í þetta. Eins það hjá mér. Ég átti aldrei von á því að ég færi út í þetta sem ég að gera. En hér ég. Og hér eru verkin sem að Drottinn setti mig yfir. Ég að harla sáttur við það. Og ég sinni þessu. Vegna þess að Drottinn í dag. Hann hefur ekkert dottið að baki og ekki ég heldur. Þannig að við höldum þessu áfram svo lengi sem að Drottinn vill. Og þetta enn eitt þátturinn sem að fer í loftið, fullgerður. Ég veit ekki hvenær þetta hættir. Og ég man nú ekki alveg hvenær þetta byrjaði, en þetta búið að vera held í áratugi. Þetta sem Drottinn gerir á sér langan lífdaga. Þetta eitt af því sem að ég hef lært af minni trúargöngu. Ég veit ekki hvað þú hefur lært, en þetta allavega eitt af því sem ég hef lært og ég harla sáttur við þessa niðurstöðu. Og ég segi við þig, það sem að Drottinn hefur sett upp í hendurnar á þér, haltu því áfram. Ekkert að vera hættan eitt með það. Haltu því áfram og trúðu að gagsi að. Láttu engan segja það neitt annað. Láttu engan vera með einhverja skoðanir á þessu. Auðvitað mega menn hafa skoðanir, en ekki láta þær hafa
áhrif á það sem er á skjön við það sem Drottinn hefur sagt við þig í Jesú nafni. En það er komið að lokum og Konráð kveður og heldur þessu goðaverki Drottins áfram.